forsøke å vinne noen flere for Jesus, har hun sagt. Við þurfum að reyna að ná til fleiri og ávinna fleiri fyrir Jesú. Jeg skal ikke bruke mer tid. Ég ætla ekki að nota lengri tíma. Jeg hadde bare lyst til å få lov å takke og få lov å oppmuntre dere alle sammen. Ég langar til að þakka og koma með hvatningar til ykkur allra. Mitt håp var at etter denne kvelden her så kunne det bli mange nye misjonsvenner. Ég vona að eftir þetta kvöld þá fjölgi Kristmós vinum til muna. Takk fyrir. Svafa. Vandinn sá að ég tala ekki amerísku, en einhver sem treystir sér til að túlka frá amerískunni yfir íslensku. Ég neitt, sem einhver þú í það. Já.
Já, eftir að við höfum oft rætt Jóhannes áður Margréti. Ég ólst upp í Gídóli. እናቴ በዶክተር ዮሐንስ ኦፕሬሽን ኮሪዶር ሰዎች ውስጥ አንዷ ነች። Og móðir mín ein af þeim sem var fór í aðgerð hjá Jóhannesi. ቤታችን ጎረቤት ቡና ሲፈላ Og við erum svona nágrannar, þannig að þegar við svona drukkum kaffi saman. ስለ ዶክተር ዮሐንስ ስታወራ Og þegar við drukkið kaffi heima hjá mér þá tala hún oft Jóhannes. ስለ ማደንዘዣው ስለ መርፌው አይደለም የምትናገረው። Þá var hann ekki að tala það sem hann gert fyrir hana eða sprauturnar. እጃቸውን ይፈውሳል። Heldur sagði hann að hendur hans lækna. ሰው ሲነካ በሽተኛ ሲነካ ይድናል ብለው ነው የሚያምኑት። Og það sem fólki trúði var þegar Jóhannes snerti á með höndunum sínum að þá læknaðist fólki. ዶክተር ዮሐንስ በእኛ ቤት ብቻ ሳይሆን በአገር ውስጥ ሁሉ በአካባቢያችን ሁሉ እንደዛ ግስም ናቸው። Og það ekki bara á mínu heimili heldur á öllu svæðinni í kring, þar trúði fólk þessu, talaði fólk þetta. እናቴ በጣም የሚገርማት ነገር ስታወራ Það sem móðir mín var mjög hissa á, sem hún oft talaði ዶክተር ዮሐንስ መቼ ነው ለልጆቻቸው ጊዜ የሚሰጡት ለሚስታቸው ጊዜ የሚሰጡት ልጅ ወልደውስ ያሳድጋሉ? Hvenær það sem að Dr. Jóhannes hefur tíma fyrir konu sem börnin sín á börn, hvenær hefur tíma til að sinna þeim? ሁል ጊዜ ከበሽተኛ ጋር ናቸው። Hann alltaf með sjúklingunum. ሁል ጊዜ ከበሽተኛ ስራ አይተው Hann sést ekki annars staðar en meðal sjúklingarna hjá þeim sem eiga bátt. ዶክተር ዮሐንስ በጣም አዛኝና ሩህሩህ የሆኑ ሰው እንደሆኑ እንሰማለን። Og við heyrum að Jóhannes var maður sem bar mikið fyrir öðrum. የተቸገሩትን በጣም ይረዳል። Hann hjálpaði þeim sem áttu það erfitt. አንድ ጊዜ አንድ ሀብታም ትንሽ በገንዘብ ደህና የሆነ የሴት ሆስፒታል መጣችና Einu sinni kom vel efnuð kona á spítala. በነፃ ሕክምና አለች። Og hún sagði við hann, gefðu mér þjónustu án endurgjalds. ሴትዮዋ ምንድን ነው ያሉት? ማታለልን አይወዱም ዶክተር ዮሐንስ በግልጽ የተቸገረ ሰው ነው። Það sem á በነፃ ለመታከም አሰበች። ገንዘብ ግን አላት። Það sem hún hugsaði var það að Jóhannes hann gæfi lækningu án endurgjalds og þó hún hefði peninga þá óskaði hún eftir að fá ókeypis þjónustu. ገንዘብ አለ፣ በሽታ አለ። ገንዘብ አለ፣ በሽታ አለ። Hún á peninga en hún líka veik. ገንዘብ የለም፣ በሽታ የለም። Ef þú átt ekki peninga þá ertu ekki veik. ይሄ ለሚያታልሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ለሚዋሹ ሰዎች የሚሰጡት መልስ ነው። Og þetta svari sem hann gaf þá sem voru að reyna að planta eða segja ósatt. ለመርዳት የሚፈልጉና ሰው በእርግጥ የተቸገረውን ለመለየት በጣም ይሰራል። Og hann hafði hæfileika til að sjá þá sem virkilega þurfti á aðstoð og hjálpa að halda og þeir sem voru að reyna að svíkja. አባቴም እንደዚሁ ዶክተር ዮሐንስን ሳደንቅ እንሰማለን። Og ég heyri líka þegar faðir minn talar svona Jóhannes. አንዴ ማጅራቴን ታምሜ ያለ አባቴ ማጅራቴን ታምሜ ያለ Pappa hans var illgjandi í hálsinum með hnakkanum. እዚህ ማጅራቴ ላይ በወጋሁት መርፌ ወዲያውኑ የፈወሰኝ። Og hann gaf mér sprautu í hnakkan og ég var strax frískur. እህታችንም እንደዚህ ተፈወሰች። Og systir okkar læknast líka af erfum sjúkdómi. ሰዎች እናቴ የምትለውን ብዙ ሰዎች ያምናሉ በእኛ አካባቢ። እናቴ የምትለውን ብዙ ሰዎች ያምናሉ። እጃቸው ይፈውሳል የሚለው Það sem móðir mín sagði að hendur hans lækna, þessu trúðu mjög margir í kringum okkur þar sem við byggum. በቅርብ ጊዜ እናቴ ከእኛ ጋር ስታወራ Núna fyrir stuttu þegar móðir okkar var að tala við okkur, ወንድሜ ታሞ ነበርና þá var bróðir minn veikur. እዛ ሆናችሁ ትታመማላችሁ እንደ ዶክተር ዮሐንስ እያለ ብላኛለች። Þá sagði hann, hvernig þetta? Eru þið þarna veik og samt Dr. Jóhannes þarna hjá okkur? ከሁሉም በላይ ደግሞ የዶክተር ዮሐንስን ፎቶግራፍ og á öllu þá erum við mynd af Jóhannesi. እሳቸው የነፍሴ አባት ስለሆኑ Af því hann faðir ከእግዚአብሔር በታች የማስባቸው hann svo næstur, Guð efstur og svo kemur Dr. Jóhannes. እባካችሁ ፎቶግራፋቸውን አንስታችሁ ላኩ። Og hún segir, takið mynd af honum og sendi mér. ስለዚህ ይህንን ድል በማግኘት በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ፎቶቸውን ላገኘ ነው ማለት ነው። Og þess vegna ég mjög þakkláttur fyrir þetta tækifæri sem ég hef núna. Nú
ዶክተር ዮሐንስ እንኳን በሰላም መጡ። Vertu velkomin Jóhannes. ስለሰማችሁ አመሰግናለሁ። Ég þakka fyrir að þið hafa hlustað á mig. Já, það nálgast lokinn hjá okkur, enda orðið löng samkoma. Við völdum nú þetta kvöld af því að við vissum að það væri frí á morgun. Já, það er verið að taka myndir. Ég vil þakka öllum sem hér hafa komið fram. Það er langt að fara að telja upp einn og hvern aftur, en innilega þakkir fyrir að hafa viljað taka þátt í þessari samkomu með okkur. Og sérstaklega þakka ég náttúrulega Jóhannesi og Kari. Ég veit að þetta var ekki auðvelt og ekki það sem að Jóhannes er mest hrifnastur af, en hann gerði þetta fyrir kristniboðið og kristniboðsvini. Nú, það er kaffi á boðstólunum hér fram á eftir og ég hvet ykkur til að staldra við. Og ég þakka líka séra Ólafi, sóknarpresti hér, fyrir að hleypa okkur inn í kirkjuna. Bestu þakki fyrir það að fá að koma hér og halda þessa samkomu. Það fer nú vel á því að við erum með alla aðstöðu okkar hér í sókninni. Það verða körfur sem að ganga hér bekkina þegar við syngjum lokalagið eftir, samskot fyrir einhver sem viljið styðja við starfið. Ef þið hafið ekki tækifæri að tekið peninga með, þá látið bara körfuna ganga áfram. Þetta er bara tækifæri til að leggja lið sérstaklega lestrarverkefninu sem við rekum í Omorate í Suður Eþíópíu. Svo Kristniboðssambandið með áfram með samkomur alla miðvikudaga í Kristniboðssalnum hér á Hálendisbraut 58, alla miðvikudaga í sumar. Og á sunnudaginn við með samkomu, Kristniboðssambandið og Saltkristi samfélag saman þar líka klukkan 2, þar sem Gunnar Hannau mun vera ræðumaður samkomunar. Allir velkomnir. En áður við stöndum á fætur og syngjum loka söngmenn skulum við biðja saman. Og Drottinn Jesús, við þökkum fyrir það að við mátt koma hér saman í þínu nafni í kvöld. Mátt eiga þessa fagnaðar og gleði stund. Við þökkum þér umfram alla aðra fyrir það mikla verk sem þú hefur unnið á meðal eþíópísku þjóðarinnar. Þökkum við fyrir alla sem hafa verið fúsir að fara, hafa borið þér vitni með orðum sínum og verkum í þjónustu sinni við náungan þar suður frá. Og við biðjum að þú blessir starfið áframhaldandi, blessir forystusveit kirkjunar, gefur að hún megi fyllast af djörfung og krafti, kærleika og sáttfýsi og vera öflugur vitnisburður um þig áfram. Blessa okkur eitt og hvert sem hér eru saman komin og blessaðu starf Kristniboðssambandsins hvar sem hér heima og í Keníu og Japan, Kína og í Miðausturlöndum. Þannig leggjum okkur í þína hendur og byggjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef